Það má líka segja það. Verður þetta að klippa eitthvað til? Nei, ok. Ok, hæ, öllu saman. Við vorum fengin í það að vera með svona þátt, eins og Íris og Sveina gera alltaf. Þær voru að labba út hurðina. Þær voru að labba út. Við fengum líka bara að vita áðan að við ættum að vera sjálf við þáttinn, þú veist, þær myndi ekki vera með okkur. Sem er bræðið út í það. Þetta getur ekki enda nema vel. Já, þetta er ekkert farið úrskeiðis. Baktala þær. Já. Já, nei, það er ekki. Þær eru fara að sjá þetta og það eru svo frábært að það er ekkert slæmt sem hægt að segja. Nei. En við vorum að hugsa að bara tala einhverja skemmtilega hluti og við kannski bara byrja á því sem við erum að prjóna. Já, skulum byrja á því sem við erum að prjóna. Bjarki, þú mátt byrja. Já, ég er að prjóna svona hálfrenda peysu úr flötulópa og merino lambsull. Á hvaða prjóna er þetta? Þetta er á prjóna 5. Hvað er búin að leggja með þetta? Byrjaði fyrir, eitthvað, þegar ég kláraði þessa. Já. Sem var á Byrjaði ekki á þessu föstudaginn? Ég held ég að byrja á þessu föstudaginn. Jú, það passar. Þannig að já. Vá. Og það er þá merino lambsullin frá okkur, eða ekki? Merino lambsullin frá okkur. Já. Mæli með. Já. Nei, tjók. Ok. Hvað uppskrift er þetta? Hún heitir Zipper Sweater á Petite. Zipper Sweater. Heyrðu, ég er að prjóna mér, ég ætla að prjóna og þæfa jakka. Og ég er að byrja núna á bakstykkinu. Ég byrjaði á því að prjóna þetta fram og tilbaka. Svo fannst mér það svo drullu leiðilegt, þannig ég fór að tengja í hring og þá ætla ég bara að þæfa þetta, fyrir það var náttúrulega nógu langt, þæfa þetta og svo bara klippast undir og svo klippa þannig að þetta verði bakstykki. Og ég er að gera þetta úr 2 plötulópa á prjóna 6. Þannig að þetta verður spennandi, kannski bara verður þetta ógeðslega ljótt af því að ég er ekki fylgja uppskrift en það kemur ljós. Ég og Snædís erum að prjóna saman. Þannig að ég byrja ég er að gera gel sweater, þetta er ein ermin búið með hérna sem er hérna. Og eina gallið við þessa peysu er hún er prjónuð neðan frá upp og það er ekki alveg uppáhaldið mitt. En fyrir svona fallega peysu þá gerir maður það sem maður vill. Og hún er á 5. Og þessi, ég er að prjóna úr lang lace og titikaka. Já, ég er að prjóna hana úr einföldu senn sem er Tiltölulega nýtt garn hjá okkur frá lang. Þetta er bursta alpaka eins og Lucia frá Holst nema aðeins ódýrari. Og það er ekki jaki þannig að við getum fengið ljósari liti. Það er bara bursta alpaka og silki. Og smá ull. Og smá ull? Já. Ok. En ég er að gera þetta númer 4 af því hún á að vera oversized en mér langar ekki að hafa hana mjög oversized þannig ég er með aðeins minni prjóna. En þetta er skemmtileg tilviljun sko, við Ronja fundum uppskriftina í sitt hver lagi á það bil sama tíma. En já. Já. Við vorum að mæla Snædísi daginn þegar hún var að ákveða hvaða stærð hún ætlaði að gera og af því hún er náttúrulega svo oversized þá var það bara vantaði ekki svona... Yfirvitin á minnstu stærðin er 101 cm. Já, ég er minnstu stærðin. Já. Snædís líka hann bara minnkað prjónaði. Það ekki? Jú. Held það. Ok. Fínt. Við erum ekki svona spennandi eins og ég og Sveina, við erum eiginlega bara með eitt verkefni í gangi á prjónunum okkur núna. Þannig að við höfum eiginlega ekkert meira að segja verkefni. Jú, herði, þú ert alltaf meðfylgt heima. Já. Bara hvort með það. Þú ert alltaf með allt og mikið að gera. Nei, ég er oft með mörg verkefni, bara ekki blikinu. Það er mjög skrítið. Ég er að prjóna líka Autumn Alpine sweater. Og það er svona blómamynstur og ég er með 4 mynsturliti. Bara búin að prjóna mynstrið og mér finnst það mjög skemmtilegt. Síðan byrjaði ég bara að prjóna slétt og ég kom leiða því svo ég byrjaði að prjóna þetta. Síðan er ég líka að gera weekend hat fyrir allir fjölskylduna, búið með 2.
eða 1,5, eitthvað svoleiðis, manna það ekki. Það er alveg helviti út af því að það er bara sléttabrauðið öll og síðan er þrefalt fold, svo þetta er svolítið löng húa. Var þetta ekki jólagjöfin síðust jól? Við skulum ekki tala um það. Nei, þetta er svona jólagjöf næst jól eða Já, eitthvað. Já, hún er alveg því. En síðan held ég sé ekki meira á prjónum. Bara það, ég var bara nýbúin að klára þetta sem ég byrjaði í áður en ég fór í skólan. En síðan fór ég í skólan og það hægðist á öllu. Já. En ég gerir svona skemmtilegt TikTok með hennan klút þannig fyrir gatni gangi. Já. Allir að kíkja á það. Já, allir að kíkja á það. Við erum ekkert búin að vera mjög duglega að setja á TikTok í sumar. Nei. Og bara í vetur heldur. En ég er að fara að vera með áskorun næsta haust. Já. Ég er að fara að reyna að gera TikTok hvernig næstu viku. Gangi mér vel. Gangi þér vel, já. Bara, mikið. En þá, þú veist, þið eru nýbúin að klára eitthvað þá, samt, örugglega? Já. Mér var ekkert verið að sitja heima þess að bóla í nefið, sko. Herðu. Ég var að klára þennan ból sem er úr Coast og svo svolítið skemmtilegum fylgdreið til að ná hjá. Hann heitir Jazzap, held ég. Jazzap eða Make It Tweed? Hæ? Nei, heitir Nei, Jazzap. það er nefnilega annað. Já, En ég ætla líka að koma með Make It Tweed. ok. Sko. Já. Þetta er sem sagt svona örþunnu þráður með svona dúbbum á og hann er til í grænu og svörtu. Það er enda bara ein bleik til þannig að það er ekki nóg í neitt verkefni held ég. En þetta er svipað og þessi hérna fylgiþráður sem að heitir Make It Tweed. En hann er bara minni, þú veist, það er ekkert jafn stórt á hann, sem þá ekki jafn skemmtilegt. En, jú. Og ég byrjaði bara, tók fram úr eitthvað, sorry. Nei. Allt í góðu, sko. Og hérna, Já. Svo var ég að klára hérna annan ból sem er hérna röndóttur úr Loch Lomond og Lucia. Þannig að Loch Lomond í annar röndin og Lucia í hinni. Hann er rosa skemmtilegur. Og svo var ég að klára að prjóna mér rauðan klút úr Supersoft og Lucia saman. Held að það sé svona það sem ég hef búin að gera upp á síðkastið. Já, ekki. Heyrðu, já. Ég var að klára þessa peysu hérna og sína svona. Hún er... Getur farið nær. Hún er hérna... Það heitir Ingeborg Cardigan. Það var í bók sem systir mín keypti sér. Það er hægt að finna hún á netinu. Þannig að... Það er að hlæða á mig. Hérna, það er svona kaðlar hérna megin og síðan hérna er svona örvamunstur sem maður gerir bara með að gera tvær sléttvær brauðið og síðan hliðrammaðar alltaf, þú veist, til. Ekkert mjög gaman þegar maður er búinn að vera að gera það í 2 mánuði. Nei. Þetta er mjög flott, við vorum ekki að hlæja út af Já. Já. Það var svona skemmtilegt. Já. Já. Þú? Já, ég var að klára sespu illa. Þennan hérna ból. Þetta heitir Mixed Rib Cami eftir Handmade by Florence. Og ég var að prjóna þetta úr Knitting for All merinoinu. Einföldu á prjónu nr. 2. Það var ekki gaman. En ég reyndi að prjóna svo laust að hún átti að vera á nr. 3. En ég prjóna svo laust að ég þurfti að gera nr. 2. Þannig... Útkomin er fín, þannig að þetta er þess verið. Já. Ég er ekki svona psykopath, ég er ekki mikið að prjóna á 2 og 3. Ég prjóna bara sokka á 2 og 3. Mér finnst ekki gaman að prjóna sokka. Nei, ekki ég held að ég hef bara prjóna eitt bara svona. En það er gott að eiga svo. Já. Já. Ég nota samt aldrei sokka, sko. Nei, hvað er það? Ég var að bulla, þannig að fyrir áhorfendurna. Já. Hvernig byrjiði þið samt að prjóna? Hvernig?
Hvenær, hvernig, af hverju? Nú skal ég bíða þólmóð. Já, þetta byrjaði í vor í fyrra. Þá dó hundurinn minn. Skemmtilega. Ekki að grínast. Nei, ég man því. Já, og Já, mamma og pappan spilna saman. Og mamma eitthvað, Já. hundurinn hans að dó. Já, síðan fórum við á Neskupstað og þá fór ég eitthvað svona smá að taka prjónana. Nú er ég ekki að grínast. Ég veit þetta hljómar hræðilega, síðan dó amma mín og þá byrjaði ég svona alvöru að prjóna. Þetta var alvöru vor í fyrra, sko. Þetta var, já. Ég hélt að það væri ekki að fara að vera eitthvað svona inspirational af hverju byrjar að prjóna. Ok, flottur. Og nú er ég komið með þetta. Herri, já. Mikið afrek. Já, ég held að, já, flottur. Já. Mjög sorgleg saga. Já, bara, Það er ekki hægt að toppa þetta. nei. Ég sko, já, ég man ekki alveg, ég byrjaði að prjóna eitthvað þegar ég var lítil. Ég var þetta sko, amma mín keypti eitthvað sem hann að prjóna við blýjuna. Þið veitu örugglega hvaða bók ég er að tala um. Og ætlaði að gefa mér. Og þannig að ég geti byrjað að prjóna það. Og ég bara, ég ætla aldrei að byrja að prjóna, ég ætla bara að sauma eins og amma mín. En svo byrjaði ég á endanum að prjóna og ég á þessa bók í dag því að hún ákvaði að gefa mér hana og gefa mér hana aftur þegar ég væri svo byrjað að prjóna. Og ég elska þessa bók, og nú vinn ég hér, en ég held að ég hafi bara, ég man eftir að hafa setið bara á sófanum með mömmu eitthvað, prjóna eitthvað trefil. Þess vegna mæli ég eiginlega aldrei með trefli sem fyrsta verkefni. Ó nei. Af því að ég er ennþá ekki búin með þennan trefil, það er búin yfir eitthvað 10 ára eða eitthvað. En ég byrjaði að prjóna svona alvara fyrir kannski 2 eða 3 árum, held ég. Ég byrjaði líka svona ungum aldri. Var alltaf heim hjá ömmu minni. Ungum aldri. Á ungum aldri. Heim hjá ömmu minni. Þegar ég er hérna næri, já, ég syngur hérna neyri. Já. En ég byrjaði að prjóna þegar ég var yngri. En þá var ég mest svona að prjóna bara eitthvað svona lítið. Var að prjóna einhverja skrýtna húfum sem var með eins og svona endarnir fóru út viljandi og var svona. Þú syngt mér myndið það ekki? Jú, örugglega. Já, mjög fyndin. Mjög fyndin húfa. Og síðan byrjaði ég líka á þessum vel þekkta trefli að þú veist, ef maður byrjar á trefli þegar maður er yngri, maður mun aldrei klára hann trefil. Hann er ennþá í fataskápnum mínum, en svona Harry Potter trefil. Já. Ég var samt alveg svona 4 kössum frá því að vera að klára þetta, en þetta var svo forljótt. Vá. Svo ég nefndi ekki að klára þetta. En síðan byrjaði að prjóna svona alvara aftur, svona bara fyrir 2 árum og síðan kom Emma, nei 3 árum þá. Síðan kom Emma, menntaskólann Akureyrar og þá bara hafði ég engan tíma fyrir þetta. Og þangað til að ég fór í Ellamæi annarskipti og þá þurfti ég einhvern veginn að ná að hvíla mig. Því ég var að gera alltaf mikið. Þá tók ég aftur upp prjónana og þá náði ég að slaka á. Eins og maður þarf að gera annað slagi. Ó já. Já. Það fæst ekki varla betri slökun en að prjóna, sko. Nei. Þú ætlaði bara að prjóna núna. Já, mér fannst það samt eitthvað smá skrítið. Já. Mér leið mjög óþægilega. Já, bara hætta það eitthvað. Nei, mér fannst það smá skrítið, þannig ég held að ég ætla ekki að prjóna. Ok. Þú mátt samt alveg prjóna. Snædís. Já, ég lærði fyrst að prjóna þegar ég var 6 ára. Pabbi minn kenndi mér að prjóna. Það fyrsta sem ég prjónaði var trefill. Kláraði hann? Já, nei. Vá, þetta er svona Hann var svolítið svona Sérst svona, hún er betri við. Já. Ég byrjaði á bleikum léttlopa. Fór svo í gegnum svona 5 mismunandi liti af léttlopa sem pössuðu ekki saman og 2 mismunandi gerðir af sokkagarni. Hann er litríkur. Hann er það. Já. Og svo lærði ég að hekla í skólanum.
En svo einhvern tíma þegar ég var svona 10 ára eitthvað, þá vorum við í sumarbústaðnum okkar og mér leiddist mjög mikið. Þannig ég fór að hekla og ég hef ekki hægt að hekla síðan. Og svo eignaðist ég einhvern tíman bók sem heitir Hekl fyrir byrjendur og þá lærði ég virkilega að hekla. Þá fór ég í gegnum allar tæknirnar sem eru kenndar í bókinni og heklaði allt. Já. Eins og maður gerir. Þá er ég búin að gefa út 2 hekluuppskriftir og svo fór ég að prjóna fyrir bara 3 mánuðum eða eitthvað. Ég prjónaði mér lópapeysu og svo er ég bara búin að vera að prjóna síðan. Hekla smá auðvitað, en aðalega prjóna í sumar. Já. 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 Og af hverju erum við eiginlega að vinna hér? Hvað? Svo Íris og Sveina getur fengið smá break. Smá break. Break. Já. Ég skal byrja á þessu. Já. Ég er búin að vera að vinna hérna síðan 14. júní 2023. Af hverju veistu dagsetninguna? Af því að ég þurfti að senda Snædís. á þér, ég ekki byrja að vinna þennan dag. Right. Já, ég þurfti Ég myndi líka, ég myndi sko líka muna þetta. Algjörlega. Já, ég líka. Þetta er eitthvað sem við myndum öll muna. Já. Já. Þannig ég er búin að vera að vinna hérna meira en 3 ár. En já, ég fór að vinna hérna því ég sá auglýsingu einhvern tíman í janúar eða febrúar 2003 sem að þær voru að leita að nýjum starfsmanni. Þannig ég löpaði bara niður í gangi og rétti þeim félagsskóla mína og svoleiðis og svo er bara búin að vinna hérna síðan. Já, ég byrjaði að vinna hérna seinasta sumar þegar þessi var í Frakklandi. Nei, seinasta vor, ég byrjaði þegar skóla var. Já. Var alltaf að finna þetta. Og já, ég sendi bara inn umsókn því að ég fór á listasafnið einu sinni, horfði yfir, fór í búðina 2 sinnum, sagði hér vil ég vinna. Ég vinna. og síðan sótti ég og ég fekk starfið og það var bara lúxusmál sko. Núna er ég að fara að vinna hér og það er einhver lagerstjóri hérna í ár. Ó já. Og búið til TikTokum. Búið til fullt af TikTokum og Allir að kíkja á það sko. Já. allir að kíkja á TikToki. Og ef þið ekki aðgang þá er alltaf lagerstofni bara aðgang, bara fyrir okkur. Já. Mikilvægt. Mjög mikilvægt. Missa miklu sko. Já, ég held að sé ekki meiri svona sagði á milli það sko, bak við það. Já, ég þurfti ekki eins að sækjum. Ég var bara beðin að koma. Nei, tjók. Montras. Já, mjög. Nei, sko, ég veist erum búin að vera vinkonum mjög lengi. Og ég var að vinna niður á Hótel Kea, eða í rauninni á Múlabergi í morgunmatnum þar. Og ég var alltaf að koma að heimsækja Snædísi á leiðinni heim úr vinnunni. Og svo þegar hún fer til Frakklands, þá vantaði þeim einhvern í staðinn. Og þeim leist greiðlega vel á mig, þannig ég... Ég skil ekki af hverju. Nei, mesta furða. Já. Þannig að þær spurðu bara hvort ég væri til í að vinna annað slagið. Og svo er ég búin að vera lokuð hérna inni síðan. Nei, tjók. Þetta er samt ekki hugsað sem að monta mig, fyrir ekki. Nei, þetta var bara grín. Já, bara grín. Bara grín. Ég er ekkert betri en þau. Þetta var soppaðið. Það er hlutverk Snædísar sko. Já, það hlutir Snædís sem verður að monta sig verður betri við. Já. Já. Við erum bara... Bjarki? Já, af hverju er ég að vinna hérna? Enga hugmynd sko. Nei, þessi... Ég segi bara svona, já, ég bara, byrjaði að prjóna fyrir rúmu ári. Kunni nú samt alveg svona eitthvað fyrir það, reyndar. En já, síðan var ég bara að kaupa garn, frábært starfsfólk og... Já. Nei, tjók. Þekkti Ronju og Fríðu. Sér þekkti ég Snædísi bara frá að vera að versla hérna, þannig að... Haha. Já, ég þekkti allt starfsfólki hérna og hugsaði bara, gaman að, af hverju ekki, sko. Gaman að vinna hérna. Frábæri yfirmenn. Já, Frábærir yfirmenn. Þetta er ekki djók. Íris og Sveina eru Æðislega. mestu yndi í heimi. Já. Og ef þær eru skemmtilegar sem viðskiptavinir, þá eru þær alveg geggjaðar sem yfirmenn, sko. Bara segja, sko. Það er einhvern veginn,
aldrei neitt vandamál, maður getur alltaf að leita til þeirra. Bara, þú veist, ef það er eitthvað, maður þarf frí eða... En heyrðu, Það er þessi bara þáttur er eitthvað- ekki um þau. Nei, þetta er okkur. Þetta er um okkur. En bara smá Já, Já, sjátt út á þær. shout-out til Íris og Sveinu, við elskum ykkur. já. Því verður þetta svona Það er klippingur. svo... Já, allir Já. svona, já. Já, Íris og Sveina, endilega setja þetta sem við vorum að gera sem svona coverið á vídeo. Thumbnailið. Thumbnailið. Thumbnailið, það sem ég ætla að segja. Ég ætla að segja clickbait, en það er annað, held ég. Það er annað. Já. En hvað er svona skemmtilegt við vinnuna? Svona litlu Að sjálfsögðu afslátturinn. Já. Já, Alveg kostur, sko. Þú veist, fyrir utan Vissulega. afsláttinn. Fyrir utan afsláttinn. Já. og alla fríu tölunar og eitthvað. Já. Nei, þú veist, það er ekkert aðalmáli, sko. Það er bara, það er voða gaman að vinna hérna. Já. Þetta var róleg vinna. Já. Mikið skemmtilegu fólki sem Já, kemur mikið inn. af skemmtilegu fólki. Mér finnst líka mjög skemmtilegt að kenna fólki sem ég þekki að prjóna í prjónabúðinni. Já. Já. Mér finnst bara gaman að geta hjálpa fólki. Já. Bara, þú veist, ef einhver er með eitthvað vandamál og lappar svo bara sáttur út, þá bara yes, Já. geggjað. En hvað er svona eitthvað sem pirrar ykkur? Sko, nú verð ég að vera alveg hreinskilin. Þegar að fólk hefur enga trú á okkur að því að við erum ung, Já. það er alveg smá leiðilegt. Já. Og er alveg smá sárt stundum að, þú veist, að því að nú erum við náttúrulega búin að vinna hérna í alveg svolítinn tíma. Ég má ekki hann Já. en þú veist, við erum að vinna hérna á ástæðu, þú veist, Íris og Sveina er ekkert að taka hann bara út í bæ sem hann kann ekkert að prjóna og bara setja hann í starfið. Þú veist, við höfum reynslu og væntanlega vitum ekki allt, en þú veist, það kemur með tímanum. Það veit enginn allt. En það veit enginn allt. Þannig Já. að ekki hika við að spyrja, af því að við erum alveg fróð líka. Og fyrir utan það, þá hætti ég að skóla turkisliti. Já, því að við þurfum ofta að skóla garnið sem að Sveina er að lita. Lita, já. Og það er svona misskemmtilegir litirnir til að skóla. Af því að sum liti fara bara strax úr eiginlega og svo aðrir þá þarf maður að skóla ógeðslega lengi. En Þetta er samt allt partur af prósessinu. Já. Fallegt garn. já, og já. Já. Eigum að fara yfir bólskarðar? Úff. Það var kannski ekki góð hugmynd því ég er eiginlega ekki með þetta bólskarð. Ég ætla bara að ákveða það sem ég er ekki búin að Ok. Og ég líka. Já, við ætlum eiginlega líka að finna. Við komum eftir smá. Nei, prjóna með hann, við erum að finna Já. Prjónaði eins og með. Ég er með svo mikið af görnum, skilurðu. Hvað er upp á skarðum við rétt? Ég veit það ekki. Peysan er úr. Ég veit hvað upp á skarðum mitt er. True. Núna ætla ég að monta mig fyrir það að vera búinn á undan öllum. Til hamingju, Ronni. Takk, þetta er svona keppni eða eitthvað. Já, ég elska þetta samt. Mér langar mjög mikið að prjóna á því. Vapsi. Það er smá kramin hérna. Já. Já. Æ, ok. Ef við að byrja. Já, það er ekki bra. Já, heyrðu.
fyrsta val er Brisa. Brisa. Þetta er svona blásið alpakkagarn, mjög mjúkt og það er gott að vera í því inni, mér finnst það. Út af manni verður ekkert eitthvað allt of heitt í því og það er bómulli. En síðan er það líka hlýtt þegar maður þarf það. Svo er það prjónastærð 6. Já, prjónastærð 6, Er ekkert lengi að prjóna prjóna peysur úr því og Já. svona. Og síðan þurfti ég líka að grípa Masteil Fylk og Lana. Þetta er það sem ég notaði í peysuna sem ég er í núna. Geggjað í kaðla. Og hérna, þetta er bara svona klassískt ullagarn á prjóna 4. Sem er líka alveg tiltölulega nýtt. Já, Jú, það er líka, nýtt. já. Allan frá, að því við eigum Það alveg... er svona byrjun sumars. Já, þú veist, að því við eigum alveg nokkra tegundur frá Fylk og Lana sem Já. eru búin að vera alveg svolítið lengi. En þetta er svona Já. ágætlega nýtt. Já, Já, snúin. ég er að gera kaðlapeysu á prjóna 4. Já. Grípið þið þetta. Grípið þetta. Ég er með Loch Lomond. Sérðu það, sést það. Bara öfugt. Já, náttúrulega, snúið. Já. Sko, þetta er rosalega fínt. Ég elska að vera í peysunum minni sem ég á í þessu garni. Og það var skemmtilegt að prjóna úr því. Hún hnökrar ekkert eitthvað mikið, finnst mér. Og náttúrulega öll hnökrar eitthvað, skilji ég, að þetta er náttúrulega bara... Já. Er hún ekki bara að reynsa þessi? Er þetta ekki bara... Ég veit það ekki. Ég kann ekki líffræðina bak við að hnökri. Er þetta ekki Og bara svo- svona núning og svona? Jú, þetta er Bara... bara... Þú veist, flækjast saman, hérna... Já, alveg. Já, halda Hár. Segjum það. Svo er ég með Resi, Mohair Edition Resi. Ég verð enda aldrei prjóna úr þessu, en mér finnst það rosalega gott að koma við það. Og það er, herjá, þetta er 100% ull. Og þetta er 21% Mohair, 40% endrunnin bómull, 26% merino og 13% polyamid. Þannig að því að það er bómull í þessu, þá er þetta ekki jafn hlýtt og myndi kannski venjulega að vera. Og ég er mjög heitfengið manneskja, þannig ég verði eiginlega að prjóna með úr þessu. Já. Ég tók svona, það sést hvaða litapalíti ég er í. Er það? Ég elska ljósbláan, en hann að síðan við fengum Ísæðar, það hefði alltaf þegar ég labba fram hjá Mulberry silkinu, þá þarf ég alltaf að koma við það. Og því að þetta er það Það er rosa mýkt. svo mjúkt garn. Og hann að, þetta er bara Mulberry silk, 100% silki. Og þessi litur er líka mjög fallegur. Já, svona svipað eins og það sem ég er búin að prjóna með úr. Og síðan elska ég líka paljettur. Ég elska glímer, svo ég elska hana paljettugarnið frá Lang. Ég ætla að sýna þetta eins og allir aðrir. Hana, ég prjóna úr því í þessum trefli, var með það og Promise, heitir það ekki Promise? Jú. Jú, Promise með í ljósbláa litnum. Og síðan, ég hef ekki prjónað þessu, en þetta er svo ótrúlega skemmtilegt garn. Þetta er bara paljettur og stórar og skemmtilegar í ljósbláum lit. Mér líkar mjög vel við það. Frá Townhouse Yarns. Og síðan er á þetta hérna garn svolítið stóran stað í hjarta mínu. Því að seinasta sumar þá prjónaði ég 3 peysur úr Cloud. Allir mismunandi litir. Og mín peysa var úr þessum lit. En já, þetta er superwash, svo þetta má fara í vélina og þetta er líka mjög mjúkt og skemmtilegt að prjóna úr og því er alltaf verið að skipta lit. Og þetta er sama garn og er í hérna peysunum sem Íris prjónaði. Sem hún var örugglega í vlogginu daginn. Já. Heldur það. Er það peysan þetta Sunnumaríu? Já. Sem að kemur út bráðum? Já. Já. Það er samprjón? Já. Þannig býðið spennt. Er samprjón? Já. No way. Ég segi ekki. Ekki heldur. Og ég kom með bara allt sem er úr alpaka, af því ég elska alpaka. Snædís Ég segir er örugglega með- orðið alpaka svona 30 sinnum á dag. Hei. Nei, Mér finnst þess að við ættum að fara í gegnum vídeoið og telja ykkur það einasta skipti sem Íris Snædís segir alpaka. Samt á, hún segir ekki, hún segir Nei. ekki. Ekki mikið í vídeoinu. Bara svona tvisvar eða eitthvað hingað til að því ég var að tala um prjónum mitt, já. Ég er með hérna Sen, sem er burstaði alpakaþráðurinn sem ég er að prjóna peysunum mín úr.
alltaf alpaka, þannig að þetta er frábært. En þetta er mjög mjúkt og mjög létt. Ég keypti samtals 100 grömm af garni fyrir peysuna mína, sem er ekki mikið. Hún verður mjög létt. Svo er ég með, Það eru 4, ekki? jú, það eru 4. Það eru 200 metrar á þessu, þannig að það er alveg eitthvað garn. Ég er með alva frá Fjölkon Æbili, eins og hinir. Svona. Þetta er 100% alpaka þráður sem er eins og Titicaca frá Holst. En við tökum, í þessu tökum við litina sem við fáum ekki Titicaca, en þetta er svona varagarn. En ég er mjög hrifin af þessum lit, eins og kannski sést á öllu. Þannig að þetta er mjög gott garn, sko. Það er mjög hlýtt og fínt. Ég gerði mér beablás eftir Petit Knit daginn úr þessu. 2 á prjóna nr. 4. Svo er ég með alpaka merino frá Etienne Gola. Grænt. Þetta er alpaka og merino. Þannig að þetta er mjög fínt og mjög hlýtt og smálóðið. Og mjög vinsælt í skjól. Já. Þetta er garnið sem við mælum með í skjól. Það er auðvitað fleiri garntegundir sem er hægt að nota, en þetta er það sem flestir eru að fá sér í skjól. Já. Af því við erum ekki með dropsær. Nei. Svo er ég með alpaka 3 frá Ísæður. Það er úr alpaka og ull. 50% alpaka, 50% ull. Ég hef aldrei prjónað þessu, en ég þarf að prjóna þessu. Þetta er svo mjúkt og þetta er alpaka. Skemmtileg áferð á því líka. Já. Já. Og örugglega mjög skemmtilegt að prjóna því. Þetta er svona svipað og Cielo frá Holst og það er mjög skemmtilegt að prjóna því. Já. Þannig að... Og þetta er svona fléttaður þráður. Þannig þetta er eins og, ef við munið eftir því, þetta var hætt í framleiðslu þegar ég byrjaði að vinna hérna fyrir 3 árum. Þetta heitir Respect, var frá Lang. Já, það var uppáhaldsgarnið mitt í langan tíma, en já, það er mjög fínt. En ég er mjög glöð að vera með þetta. Respect útgáfu 2. Já. Það er Respect, sko. Já. Like á það. Já. Eitthvað meira sem ég vil segja. Vitið þið hvað þetta á að vera langt? Nei. Ég er þetta lengt eftir kortir, þannig að ekkert bra. Ég skil. Sko. Ætlum við alltaf að vera að vinna í garðbúð? Ekki að eilífu. Nei. Í aðeilífu. Já. Ég verð bara hérna. Hann tekur yfir, Þangað til ég dey. Já. Við getum farið Nei, hvað við erum að við viljum vinna hérna. gera. Það færði ekki að fara. Við geymum Bjarka sko inn í búra inn Já. á lager. Já. Hleypa mér út eða vantar einhver Já. til að Skólagat. taka vakt. Eða bara taka vakt eða eitthvað. Já. Já. Fara yfir hvað við viljum gera. Já, viljum alltaf vera í garðbúð? Ef ekki, hvað þá? Þú voru að byrja þetta ekki? Já, sko, ég endurfli einhverju verk. Við heilbrigðisverkfræði dálítið svona spennandi. Ég er mikill Star Wars maður og þú veist, það er svona verið að gera hendur á fólk og fætur og alls konar. Og það er örugglega svona það sem ég fæða. Ég elskar Star Wars í ástæðan. Já. Það er Geggja. Nei, tjók. Sjátt á Star Wars eða eitthvað. Já, Fríða. Hvað segir Þú. Shout out á Já, ok. Já, ég ætla að vera bráðalæknir. Þannig að, nei, ég held að ég vinni ekki garðbúð eilífu. Nema náttúrulega bara eitthvað fara úr skeiðis, en það er ekki planið. Já. Þannig að já. Já, ég er svona ekki alveg að sama geira á þau. Vá, hálsinn minn. En ég er meira svona í listinni. Ætla að halda áfram á þverflautina og ætla að reyna að komast inn í tónlistarháskóla og gera eitthvað úr því. En síðan veit maður með nútímann og tónlist, maður kemst ekkert langt í því. Nema, hver veit. Svo það er bara svona gott að hafa svona backup að geta komið í garðbúð og sem bara í framtíðinu ef ég bara fæ leiða tónlist og bara hætta tónlist allt í einu, þá get ég bara tekið yfir garðbúðina og banna tónlist inn í búðinni. Já. Já. Akkurat. Sniðt. Svona svo í Kókó. Banna tónlist. Ég verð þannig þegar ég er eldri maður. Já. Snædís.
Já, ég ætla annarkvort að læra iðnaðarverkfræði eða hagnýta stærðfræði. Eða bara bæði, ef ég nenni. Bæði betra. Já. Meira er alltaf betra. Já. Nú getur verið eins og, hvað er aðeins með margan háskólagráður í næturvöktinni? Var það ekki 5? Já. Ég er með 5 háskólagráður. Hvað ert þú með? Já. Hvað var aftur? Hann sagði eitthvað mjög skemmt. Þá er 6 markmiðismænt. Já. Ok, alltaf lagi. Það er ekkert galið. Nei. Ef maður tekur Engin 9 skyldar háskólagráður, þá það bara sömu áfangar, Já. Just. held ég. Já, já. Við erum öll Já, þannig að Snædís er að fara að vera með 6 Já. háskólagráður. Já, hún tekur það á sig, taka háskólagráðuna mínar í staðinn. Við erum öll í eða úr Emma. Já. Þú erum eiginlega að fá einhvern og áframandi þessu vinna. Nei. Þetta lítur ekki vel út, sko. Fordómar, hei, enga fordóma. Nei. Við erum ekki með, við viljum Við elskum áframandi. Já, við elskum. Við skulum gera þetta aftur. Ég meina þau eru með textilbreyðuna. Já. Já. akkurat. Herri. Jep. Höfum eiginlega bara alltaf. Hvað erum við að gera? Heyrðu, Já. Hvað með Ínu? Ína er kennari í verkfræði. Já, reyndar. Já, við erum einhvern veginn áframandi. Og náttúrulega Sveina kendi ég áframandi. Já. Já, svo við erum alveg með Já. vaffumæðinga hérna. Já. Er eitthvað meira sem við viljum segja? Einhver... Við erum komið með 36 mínútur. Við þurfum eiginlega að fara í Nei. Er svo góður, sko, er svo góður. Er svo ekki góður. Er svo mjög góður. Nei. Einhver síðustu shoutout? Shoutout til Ketilkaff? Nei, tjók. En ég ætla að sína prjónaboxin okkar. Erum við með prjónaboxin? Já, ég skildi Hvað prjónabók sem prjónabók? þetta heima, sko. Nei, svona prjónamerkjabox. Prjónaverkjabox, já. Já, hvað erum við í því? Já, Ég glemdi því heima. ekki ég. Ég Ég glemdi því líka heima. Ég er ekki með neitt í því. Ég get sýnt merkin sem ég er með í því. Ég ætla það bara að sína mitt, og því ég er mjög stolt. Eigum við ekki... Jú, Jú, við þurfum að sína þetta. Já. hún Já. Snædís er svo mikil meistari og hún er að Búa til. leira svona prjónamerki. Ekki styrstu Nei, hlutur? ég veit ekki. Það getur maður hallað símanum. Þetta er ekkert eðlilega sætt. Já. Er það að djóka? Og þetta er rosa góð þjálfun. Af því að við Snædís erum í skátunum og ætlum að fara á alheimsmót skáta í Pólandi á næsta ári. Og Snædís er að safna sér fyrir mótinu með að selja svona prjónamerki. Þannig að þið eru bæðið að fá ógeðslega sætt prjónamerki og styrkir mjög gott málum. Þannig að mæli með. Við erum svona skemmtileg lítið prjónabox sem er hann að opna svona. Og ég elska Chiago prjónamerkin, svo ég er með þau svona öll í sitthvoru hólfi hérna. Ég er að nota gulu mjög mikið núna í hérna prjónum mitt. Og síðan elska ég prjónastoppara. Ég á svona 4 pöra prjónastopparum. Ég á þessa kleinurhingi sem eru hér. Síðan á ég... Veitu? Ég þarf eiginlega að fara. Á. Síðan er blómin hérna. Ég ætla bara að hljóta þessi. Og síðan á ég teningu krossant og önd og svepp frá henni. Ó já. Og já, það er allt það sem ég ætla að sýna ykkur. Og já, tening. Já, ég var búin að segja tening. Ó já, tening. Hún var líka tening. Já. Já, Og vissu þú hún ekki? Já. en með þeim nótum þá ætlum við bara að segja takk Bara fyrir takk fyrir okkur. Takk fyrir að hlusta á okkur. Já. Og Vonandi var þetta fræðandi og skemmtilegt og Já. já, Kannski gerum við einhvern tímann eitthvað svona aftur. já, kannski. Eftir hversu... Já. þá ætlum ég að hafa kaffibólla í hendinu því mér langar mjög mikið kaffi minn núna. Já. Já, ég verki aftur í búið.